Já, það áhugavert að fylgjast með stjórnmálunum í dag. Sérstakt hvernig þeir flokkar sem eru núna að stýra skútunni, ríkisstjórnarflokkarnir aðalega Samfylking og Viðreisn, þau eru að stökkva rosalega mikið á þetta tækifæri þeirra til þess að endurvekja ESB hugmyndir á Íslandi. Við sjáum hérna frétta á rúv.is sviftingar í alþjóðamálum gefið tilefni til endurskoðaðar afstöðu til inngöngu í ESB. Þarna er RÚV að skrifa frétt það að af því að Donald Trump sé eins og hann er og þetta Trump-derangement syndrom sem að það á fullu, að það sem sagt ýta undir það að við að fara að halla okkur meira að Evrópusambandinu. Og það sem merkilegt við þessa frétt er að þarna verið að skrifa að hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, hún útilokar ekki núna að afstaða hennar til Evrópusambandsins gæti verið að breytast. Og hún er þarna komin í lið með sem sagt, Samfylkingu og Viðreisn hvað það varðar. Þetta afar sérstakt, svo ekki sem meira sagt. Hún er náttúrulega búin að vera varaformaður Sjálfstæðisflokksins og hefur alltaf talað gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Ætli máli sé ekki bara að þetta sé ástæðan fyrir því að hún býður sér ekki frá sér formann eða varaformann, að hún er bara þarna. Já, sko, ég get ekki komist hjá þeirri tilhugsun að Þórdís Kolbrún hafi í tíð sinni sem utanríkisráðherra kósíað rosalega mikið upp við ESB. Aðra erlenda ráðamenn og henni fannst óbóðslega skemmtilegt að vera mikið í flugvélum og ráðstöfnum út í heimi að hitta henni fannst miklu skemmtilegra að hitta kollega sína í Evrópu frekar en kjósendur sína á Íslandi, skilur hvað ég meina. Og það er svona, maður fær sterklega á tilfinninguna að henni hafi fundist þetta svo óbóðslega gaman að það hafi svona breytt afstöðu hennar til þess hvort að Ísland eigi að vera hluti af Evrópusambandinu eða ekki. Hún segir reyndar hún sé ekki búin að breyta afstöðu sinni ennþá, en hún talar hérna það að núna sé bara algjörlega allt upp á borðinu og menn geti alveg breytt skoðun miða við vendingar í alþjóðamálum eins og sattir hérna. Og spurningum hvort flýta þyrfti atkvæðagreiðslu að Ísland hefji aðildarviðræður Evrópusambandið var borin upp á pallborðið þar sem að Þórdís Kolbrún var daginn og Þórdís sagði Guð, hvað er langt þangað til 2027? Það er allt og langt þangað til. Hún tók undir það að þetta flýta þessar atkvæðagreiðslu. Breyttur Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttir vakti athygli fundargesta, en Þórdís sem er líka fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins hefur hingað til tala gegn mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu. Já. Og þetta var afar sérstakt pallborð. Þetta var Erlingur Erlingsson, sagnfræðingur, og Baldur Þórhallsson, einn fárra stjórnmálafræði prófessora sem heldur að stríðið í Úkraínu hafi byrjað í febrúar 2022. Þetta var allt svona einhvern veginn það að þetta væri það bara þyrfti Úkraína þyrfti að vinna stríðið og allt þetta rugl og Bandaríkin eru nú ekki góðu bandamaður lengur. Og Þórdís segir sem sagt, ef heimurinn breytist þannig að það komi upp hagsmunir eða aðstæður eða alvarlegir hlutir sem miklu stærra en rök gegn aðild að Evrópusambandinu, þá þurfum við að horfa á það með einhverjum hætti, sagði Þórdís. Ég mun gera það sem mín sannfæring segir að tryggja öryggi og hagsmuni Íslendinga. Þetta við sjáum hvað er svona að verki þarna, og það sem er náttúrulega bara sérstakt eins og ég sagði er að þarna sé þessi þungavíktar maður eða kona í Sjálfstæðisflokki komin yfir þetta, en mér finnst svona þessi, og þetta er kannski einföld skýring, en þessi hugmynd að henni hafi líka svo ofsalega vel að vera að skála með þessum háu herrum í öllum þessum sendi nefndum sem hún fór í. Já, að það svona hafi bara breytt afstöðu hennar og það er óskup ódýr afstöðubreyting. Já, ég er nú ekki mikið fyrir svona samsæriskenningar og svona, en þetta er svona World Economic Forum líkt yfir þessu líka. Já. Að það sé ekki bara búin að ná til hennar, skilur. Og við sáum X-færslu Dags B. Eggertssonar, hann var mjög ánægður með þetta hjá henni Þórdísu og hann skrifaði á X: Ég kallaði eftir því að við lyftum okkur upp úr gömlum skotgröfum og endurmetum afstöðuna til ESB í ljósi breyttar stöðu alþjóðamála og flýttum þjóðaratkvæðagreiðslu. Þórdís Kolbrún opnar hér umræðinu og sýnir bæði styrk og kjark.
Hætti að sitja tíkall í þennan trú. Jesus maður. En þú veist hvað þetta er orðið skelfilegt einhvern veginn þegar Þórdís Kolbrún er komin í lið með Degi Bjeggersinni og bara endur sko að líf mitt bara ef hann var að taka undir eitthvað sem ég var að segja maður. Og og svo skrifaði einhvern að finna ég byrjaði að millifæra beint á BlackRock ekki að sensa lengur. Nákvæmlega. Já, það er allir að drullu yfir hann í þessu það er alltaf niðurleið í ESB-löndum og hefur verið í langan tíma að afsala sér fullveldinu ennþá meira en heimska og leifum þjóðin að sjá Evrópu spírala á hraðri niðurleið fyrst spyrjum svo Íslendinga eftir 4 ár hvort þið séu til. Það þarf ekki að endum þetta neitt, það er galið að fara í ESB, ríki eru ekki sjálfstæð þar og við Íslendingar viljum vera sjálfstæð þjóð. Og svo segir fréttin hefur verið uppfærð og áréttað að Þórdís Kolbrún telji ekki ástæðu til þess að flýta atkvæðagreiðslu. Já, hún hefur tekið það fram. Hún hefur hringt inn á RÚV og sagt, nei, en hún sagði samt, guðu hvað er langt þangað til 2027, guðu hvað er langt þangað til. Hún sagði það allavega. Sko. Já, af hverju er skrítið að ykkur sem er fyrir varaformað Sjálfstæðisflokksins og núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins vilji fara í ESB? Það er bara í nafninu á flokkinum hennar, Sjálfstæðisflokkurinn, skilur. Af hverju ættum við að vilja gefa upp einhvað af okkar fullveldi eða sjálfstæði til ESB af öllu? Það meikar engan sens. Sko, ég get alveg skilið að því ég var einu sinni ESB, eða hlindur aðild Íslands ESB og þá svaraði ég svona með því að segja, þjóðirnar sem er í ESB eru fullvalda þjóðir. Það er allir sjálfstæðir, þetta er bara partur að vera þjóð meðal þjóða, vera í bandalagi. Þegar að tíminn leið og ég fór að kynna mér þetta betur og betur að þá eru þetta sko sérstaklega í tilfelli Íslands þá eru við að afsala okkur ofsala miklu af okkar eigin sjálfstæði og svona ákvörunarétti og þetta kemur sérstaklega inn á orkumálin sem eru algjörlega sér á báti á Íslandi. Við erum í sérstöðu með hreinasta endurnýjanlega rafmagn í heimi og hitaveitu og bara á allt öðrum stað heldur en aðrar þjóðir, sérstaklega það kemur að þessari net zero umræðu allri og það rugl og við erum líka með þetta allt í ríkiseigu sko, það er að segja Landsvirkjun sem sér okkur fyrir rafmagninu og þetta myndi bara kalla á sko að við myndum þurfa að afsala algjörlega okkar stjórn á þessu og færa þetta inn í kapitalist kerfi orkupakkana sem að Evrópusambandið hefur sett upp. Síðan eru þetta sjávarútvegurinn, það er önnur mikilvæg risastóð sem við stöndum á. Það er alltaf, þegar ég var í ESB sinni og segði við fáum að semjum það er engin spurning, það er bara, en það er Treystur þessu liði til að semja það? Nei. Og það er bara einhvern veginn ekki í anda Evrópusambandsins þó að þessi kannski samið það einhvern veginn svona til að byrja með einhverja aðlögun við fáum undan þá til að byrja með að þá er það ekki stefna Evrópusambandsins að vera með einhverja sér reglur. Nei, minna bara sjávarútvegurinn okkar og íslensk lögsaga er bara eitthvað sem við viljum ekki gefa tommu eftir. Við fórum í 3 stríð við England út af þessu sko. Já. Og svo er ofan á þetta allt saman sem eru sko þessar grjóthörðu staðrendir sko auðlindirnar okkar, þú veist, rafmagnið og hitan og fiskin í sjónum og allt þetta, að þá kemur líka bara sko mjög einkennileg vók stefna Evrópusambandsins í gagnvart sko málfrelsinu og algjörlega, núna er aldrei að vita að þið verða að taka upp bara eitthvað draft sko. Já, núna er bara að vera að rampa upp hernaðarmál alveg villi vekk sko, þannig að þetta er allt svo ótrúlega óaðalandi og ótrúlega skelfing og eins og við höfum líka alltaf talað og allir vita, þeir flokkar sem eru í ríkisstjórn núna, vissulega eru það ESB flokkar, Viðreisn nú bara klopningur úr sjálfstæðisflokki, klopningur Evrópusinna, en í aðdraganda þessara kosninga sem mynduðu þessa ríkisstjórn, þá var það alveg skýrt að þessi 2 flokkar ætluðu ekki að setja ESB á oddinn og þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sérstök staða að við séum komin á þennan stað miðað við það allt saman. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.